sveitarfélögin sem í vanda, þau eru eitt af fyrirbröðum sem lendi í vanda út af hækkun vaxta og ef þú skuldar mikið að þá vaxtahækkanir ekki gott, þannig ég daður upp ráðstöfunarfé og þú lendir í vandra og þetta taka ákvarðanir hvað allir gera við peningar sem eftir eru. Þetta eru sveitarfélög all land að berjast við. En við ætlum aðeins að kannski að bakka frá ástandi dagsins og skoða kannski hverjir eru svona veikleika sveitarfélaganna, hvað veldur því að þau lenda svona fljótt í vanda. Og hingað komin prófessor í stjórnmálafræði upp í Háskóla, Eva Marín Hlynsdóttir. Þetta er velkomin. Takk fyrir. Þú valdi það að skoða sveitarstjórnir, að meðan allir aðrir voru að skoða þingið. Já, ég ákvaða að fara svona meir í næst samfélagið, sko. Mér fannst það áhugavert. En það verið að tala svona verkaskiptingu milli sveitarfélagana. Það eru vandamálana, það eru náttúrulega semja við ríkið og ríkið er náttúrulega anstíl og samningsaðili alltaf, það svindlar alltaf á öllum. Þannig að fólk sveitarfélagana tekið yfir stórverkefni að fá lítið pening fyrir það. En svo eru þau mjög sterk til þess að eiga við eins og málefni aldraðra og málefni fatlaðra og sem hafa verið að taka yfir og skólakerfi eitthvað litið þar áður, eða ekki? Hvað er eitthvað svona mein, ef ég myndi spyrja því, svona bara í grunninn að þessu sem að veldur því að sveitarfélög lenda í vandamálum við að standa undir því sem þau eiga að gera? Eða og eftir að vera ætlast til að þeim, ég ekki bara horfa á það sem eru lögbundin verkefni eins og sagt heldur bara að þau geti sinnt þeirri þjónustu sem að borgararnir vilja. Sko þetta er náttúrulega svo því sem nú haldið til haga sko þá hef ég heyrt frá kollegum mínum erlendis í rauninni mjög svipaðar kvartanir á hálfu sveitarfélagana. Þess að þau kvart yfir því að fá ekki nægilega mikið fé til þess að vinna þau verkefni sem þeim er ætlað að vinna. Það sem er kannski sérstakt við kerfið í Íslandi er það að þau hafa gríðarlega sjálfstæða tekjustofna. Þau eru miklu sjálfstæðari í sem sagt því hvernig þau afla fé heldur en víða annars staðar. Í flestum öðru löndum þá er það þannig að ríkið það útdeilir fé til sveitarfélagana annarkvort á grundvelli einhvers konar samninga eða bara hreinlega einhliða ákvörðunar. Innimta eins konar útsvar sem er bara jaft sem að ríkið ákveður hvað sé og deilað út. Já, og ákveða rauninni bara eða til dæmis eins og í Danmörku þar eru svona ákveðni samningar sem er farið í samninga og því er síðan fjármagnun síðan dreiftir sveitarfélagana á grundvelli þessara samninga og það er bara samninga gerð það. Þannig að sko og meðan að sveitarfélög hér, þau hafa miklu meira svigrúm, sem sagt, sko, þau reyndar hafa ekki eins mikið svigrúm eins og sumstar annars að þau getur henni sett eigin skatta, en það er miklu hærra hlutfall af tekjum íslensku sveitarfélaga sem kemur í rauninni bara úr sjálfstæðan tekjustofnum, eins og útsvari og fasteignaskatt. Sem þau geta ákveðið hlutfall. Já, og líka og þá fyrir að skipta svo miklu máli hvers konar byggingar eru í sveitarfélaginu og hvers konar fólk býr í sveitarfélaginu. Hver er skattagrunnurinn hjá þessu fólki? Og það sem það gerist þá að sum sveitarfélög eru kannski ekkit sérstaklega velstæð sem það er bara aldursskiptingin er ekki hagkvæm. Það eru of fáir sem eru á þessum breiða aldri þar sem við erum helst að borga mikla skatta. Við erum kannski ekki með, ég meina, gott að vera með stöðvarhús í virkjun, það er gott. Það er með sveitarfélagana að kvarta við því að þau fá ekki fasteignatekjur til dæmis af raflínum sem eru laðar gegnum. Það gæti lendið í því að stöðvarhúsi verði á þér en ég var með uppstöðvarhúsi. Já, það er akkurat þetta sem er sem sagt, þannig að þarna er svona ímisvandi sko. Og síðan náttúrulega hefur sko, og það sem er að gerast núna hefur svona gerst áður. Við sáum þetta svolítið líka fyrir hrun og eins eftir hrun en fyrir hrunið að þá vorum við líka að sjá ákveðin svona ofsalega vaxtareinkenni sérstaklega hérna í sko sveitarfélögunum á jaðri höfuðborgarsvæðisins. Þar sem þau uksu alveg opbáslega hratt og það voru alveg ofsalega mikla framkvæmdir, það þarf að byggja skóla, það þarf að byggja innviði. Og það þarf Árborg og Reykjanesbæ og kannski Akranes, það er hægt eitthvað. Já, það er svona hægari uppbygging þar, þannig það var svona meira svigrúm sko. Og þessi vaxtarsvæði, nýju kræi í kringum höfuðborgarsvæðið. Já, og þessi vaxtarsvæði, þau náttúrulega, þetta eru gríðarlegir vaxtarverkir sko. Og síðan náttúrulega það sem gerist núna er í mörgu leyti, sko, það var annars eðli sem gerist í hruninu, en einkennin voru mjög svipuð, sko, þú veist að það sprengist upp, skuldalhlutfallið þegar þeir ráða ekkert við að borga af skuldunum sínum
og raunin allt fer svona er mjög erfitt í langan tíma sko. Og þá grípa menn til þess að segja fólki og minka þjónustu Það er sem að mörgum finnst ósangjant er að sveitafélagar að stekka hratt og það er velilegt að það séu miklar fjárfestingar í götum og leikskólum og skólum og nærþjónustu sem að munu sjá jafna sig með auknum tekjum til lengri tíma. Já, til lengri tíma sko, en það náttúrulega tekur svolítið tíma. Já, en það er einhver strik sem að ráðuneytið freka ríkið setur það inn og ef þú ferði við strikið þá ertu komin á gjörgjæslu hjá mér og ef þú hlýðir mér ekki þá tekið að þér völdin. Þetta segir ríkið við sveitafélag. Já, en sko svo náttúrulega þá er þetta náttúrulega spurningin viljum við sem sagt á kannski að gefa þessum sveitafélagum einhvers konar auka aðstoð. Það hefur verið rætt. Það hefur mér vitanlega ekki verið gert en síðan er náttúrulega annað sko að sko íslenska sveitar við erum norrænt velferðarkerfi þó við séum kannski ekki alveg mikið velferðarkerfi og við annars staðar já, það er svona þetta en við erum það þú veist, ef við berum okkur saman við þess að restinni heiminum þá erum við þarna og það sem er einkenni á Norðurlöndunum er það að ríkið það tekur ákvörðun það bara mjög ákveðna ákvörðun það að dreifa verkunum niður á sveitasamstigið. Við erum svona 30 árum eftir hinum sveitafélögunum að gera þetta. Norðurlöndunum? Já, hinum Norðurlöndunum virka. Þannig að við erum... Og hugmyndir á baka þetta er hvað svo að það verður betri þjónustu því nær sem ákvörðun tekinum hana? Já, það er rauninni, það er svona eina af hugmyndunum. Er þetta rétt hjá Norðurlöndunum? Sko. Þau reynst vel eða? Já, veist að það að vissuleiti vegna þess að það er alveg búið að sýna fram á það að sko viðbragðið er snarpara, við fáum vissulega betri betra innsæi inn í það hvað þarf á hverjum stað fyrir sig. Gallinn hins vegar við það að verkefni dreifa mjög mikið og valddreifa mjög mikið er sá að þú sko færðu jafnvel ójafnara þjónustustig. Lausnin á því er þá að setja ójafnari hvernig þá það rauninni þú að því að þú býrð í 400 manna sveitafélagi fær svona þjónustu en ég fæ miklu betri að því ég bý 80 manna. Já, það er rauninni þannig ójafnara. Það er að segja að það sé ekki fyllt eftir til þess að skólinn sé nákvæmlega eins alls þar. Og lausnin á því er náttúrulega svo að regluvæða þá eftirlit ríkisins sem er þá regluvæðingin. Og það er alveg verið bent á það að hinn Norðurlöndin þau eru fylgja því töluvert harðar eftir heldur en mér vitanlega við gerum að til dæmis að leikskólinn sé rekinn bara eins í öllum sveitafélögum. Þá er náttúrulega vinnur það eiginlega gegn hinu markmiðinu. Já, það er nefnilega málið sko. Þú veist að þetta er sko, þetta er ekki svona einfalt, þú leysir ekkert allan vandan með því að setja það niður. Heldur ekki allan vandan með mistringu? Nei, þú gerir það ekki heldur. Þá er það spurningi hvar finnum við þetta jafnvægi sko. Ég býst við að mörg sveitafélögunum líði svolítið þannig að þau fá okkur skildur hvaða þjónustu þau að veita, hvernig þau að veita hana. Já. Og svo held ég að mörg upplifið það að þau hafi ekki mikið val tekjustofna þótt að þú segir að þessu betra hér en víðast annars þar. Þú getur, þau voru einu sinni með aðstöðugjald og þau megi ekki leggja á lengur. Það er margt sem að þau megi ekki gera. Þau hafi ekki raunverulega lagaheimil til þess að leggja á nýja skatta. Það verður að vera samþykkt á. Þannig sko það er í rauninni þetta að þau geta náttúrulega ráðstafa þeim tekjum sem þau fá mjög frjálslega. En það verður að uppfylla reglundar sem er ríkiseður. Já, en tekjugrunnurinn er líka svo misjafn sko. Svigrúmið, við vitum það náttúrulega að það eru sveitafélög sem eru bara mjög vel stæð. Þau fá mikla tekjur miðað við íbúafjölda og geta gert miklu meira út af því sko. Sem sama ástand og má ekki sjá þetta í Bandaríkjunum þar sem velstæða fólkið flytur út úr borgunum í sveitafélög, borgar hlutastlega hærri skatta og getur þannig veitt sjálfum sér betri þjónustu og eftir sitja þeir sem eru með minni tekjurnar inn í borginni. Þannig að ekki orðið alveg svo alvarlegt hér. Nei, það má sum að sveitafélögum í kring eins og Seltjarnarnes og Garðabæri eru svona þessara tegundar að upplagi. Já, það hefur svona verið bent á það að þetta sé svona ákveðið og við vitum það alveg það eru nokkur sveitafélög á landinu sem að leggja til dæmis ekki fullt útsvar á. Þau nota ekki alla útsvarsprósentuna. Þannig þau hafa svigrúm sem önnur sveitafélög hafa ekki. Því þau verða að setja hann alla sko, bara til þess að standa undir því þjónustustígi sem íbúarnir vilja fá sko.
Herðu, það sem oft talað í sambandi við sveitarfélaginu, það nokkur atriði. Eitt er hugmynd sem eiginlega aldrei rædd á Íslandi. Það 3. stjórnsýslustigið sem til dæmis mjög stórt mál í Noregi, þar sem verið að eitthvað laga til í því, sem tengist þessari svona valddreifingu og öðru slíku. En þetta hefur komið annars lagið, oft að koma upp stjórnmálahreyfingar utan á landi sem hafa komið með þetta. En þetta aldrei fengið svona flug, kannski þetta verst brandaða hugmynd sem til 3. stjórnsýslustigið hljómar ekki skemmtilegt. Nei, já, sko Við erum á lítið land til þess að hafa 3. stjórnsýslustigið. Við þurfum að afgreiða það bara strax. Við getum, við erum náttúrulega, við erum ríkt land. Bara, við höfum efni og ýmsu sem að mörg lönd sem svipar stærra við hafa ekki efni. En það samt það að ég tók mig til fyrir nokkrum árum og skoðaði bara lönd undir 1 milljón íbúa og skoðaði raunir hvernig þeir voru að dreifa verkefni niður á sveitarstjórnarstigið. Og það sem uppústendur að Ísland með lang valdreiðasta kerfi af öllum löndum sem undir 1 milljón. Þú veist, bara í öllum heiminum. Það bara miklu meira. Næsta land sem með millistjórnsýslustig í Evrópu Króatía sem að ég man ekki hvað telja 3, 4, 5 milljónir þeir stöldum 4 milljónir já, eitthvað svona cirka þannig að löndin sem eru með færri íbúðum það ekki með millistjórnsýslustig sem segir okkur að sko að þetta kostar mjög mikið annað sem við náttúrulega verðum átt okkur á ef við ætlum að vera með millistjórnstig ætlum við þá til dæmis að fara að kjósa til þess það gert í Nóri í fylkjunum það gert, já en þá náttúrulega þetta hver þá balansin á milli sko kjöruna fulltrúa á millistjórnstiginu og þeirra sem eru nýjar á sveitarstjórnarstiginu þessu hefðbundna getur komið upp valdabaráttu þar á milli ætlum við að taka verkefni frá sveitarfélögunum og færi vera millistjórnstig. Það líklega hugmyndin, þú nefndir til skóla í litlu sveitarfélagi, að þá það verkefni sem væri á millistíginu, væri það sem að þau réðu við en litlu réðu ekki við. En við fengjum eins og að nálaðina, það smá svipur af þessu í Múlaþingi, það sem hafa, ég man ekki hvað að kalla, hverfisstjórnir. Já. En sko spurningin hins vegar, ef við tökum öll stóru verkefnin frá sveitarfélögunum, færi þau frá millistjórnstig tekur sérum við þá með lítil sveitarfélag. Ég spurði þau í Múlaþingi akkur þau eru með sér stjórn á Seyðisfirði. Kannski það óttin eins og hvað Húsavík sameinaðist Raufarhöfn eða Þórshöfn. Raufarhöfn. Og svo þegar það var búið að þá lokuðu Húsvíkingar sundlauginni. Já, Húsvíkingar lokuðu sundlauginni. Þannig er upplöfunum frá litla sveitarfélaginu. Já, sko, sem sagt eitt af því sem hefur, þetta er mjög áhugaverð tilraun í Múlaþingi. Hún náttúrulega ekki sko, og það alltaf þessi valdabarátta á milli svona, þegar leið þú ert komin með, þegar þú fer að dreifa verkefni, þá byrjar valdabarátta. Þeir eru með mjög afmörku verkefni. Og hagsmunabarátta, það bara ólíkir hagsmunir. Já, þú veist, og það hefur líka verið bent á það, að þegar þú ert komin með svona, þá ertu alltaf komin með einhverja sértæka hagsmuni. Sem eru farnir að berjast við hagsmuni heildarinnar. Það bara eðli þess að vera í svona litlum samfélagum, þau eru sértæk og það það sem við viljum halda í. En sko þetta en þetta líka spurningin það, við erum með lýðræðslegar einingar og samfélög sem að byggja mitt á lýðræði en þau byggja líka á svona, þetta eru svona félagslegi þættir. Síðan erum við með sko þetta rekstrar apparat sem sveitarfélögin sem eiga að reka fyrir okkur bara þjónustu og veita þjónustu og hagkvæma og skilvirkan og góðan hátt. Og þetta tvennt fer ekkit endilega saman sko. Og þarna náttúrulega tókstreita sko. Og þetta að gerast sko, sveitarfélögin að breytast í fylki. Þú tökur bara Múlaþing að Seyðfirðingar það félagslega heild, eru komin í sama sveitarfélag og Hérað eða Djúpur. Ef þetta verður varanlegt. Þess að sko það sem hefur verið. En þú missir sveitastíð, ef þetta verður 3 stig sko, að vegna þess að það er svo þung rekstrar verkefni á sveitarfélagunum, að þá neyjast þau til þess að stækka sig upp í fylki og meðan þá dettur þessi nærsamfélags eining. Já, þá veist að þannig að en þá það spurningin sko,
sem sagt, ég held nú reyndar að Múlaþings nálgunum hún sé ódýrari heldur en að fara í millistjórnsýslu leðina. En hættan líka við það, ef þú farir sko millistjórnsýslu fyrir allt sko, að þá sko, það sem við getum náttúrulega lent í að við bara hreinlega hólum sko lærieiningarnar að innan. Þú veist, bara tökum úr þeim kjarnan og skiljum ekkert eftir nema hismið sko. Það fari allt. Svona síndar eins og hverfistjórnunar kannski í Reykjavík. Þetta er ekki svona raunverulega lýðræðisleg. Það er svona, annars eðlis. Og það var líka, og líka það sem að sko, af því þessar hverfistjórnun hafi verið reyndar áður. En bara á allt annar háttin að gerti núna í Múlaþingi og það var einmitt líka það sem var gagnrýnt, að þetta var ekkert nema skilin. Þetta voru bara einhverju aðilar, þeir hefðu engin völd og engin verkefni. Þannig að finnst þér að við ættum að vera að tala svona hluti hvernig við ætlum að hafa þetta eða að því að sömuleyti er þróun í gangi sem eru í það sameiningu sveitarfélaga og þau taka yfir æstara landsvæði og við vitum alveg að eins og fólki á Raufarhöfn að þeir sem eru minni aðilar í þessu þeir eru upplifað eins og þú veist, það er bara korter á því að loka skólanum og það ekki var rúta sko. Það er bara þannig því að þeir sem eru að reka sveitarfélag þeir eru að gera það sem hagkvæmast og það er bara að trúa því allir að því meiri sameining sem er því hagkvæmara er sko, ættum við að tala þetta fyrirfram í staðin fyrir að láta þetta koma í hlakkað okkur Við erum náttúrulega búin að vera að tala þetta svo sem, sko. Ég held að við erum búin að vera það lengi í þessum svona sameiningaferli og öllu því að ég held að flestir gerir sér alveg grein fyrir því sko. En við þurfum kannski líka að velta fyrir okkur sko væri ef að þetta væri bara sér sveitarfélag, stendur það undir sér skiptir það einhverju máli hvort að þetta samfélag er hluti af einhverju öðru samfélagi og í öðru sveitarfélagi eða sér sveitarfélag vegna þess að ef þú ert ekki með fólk til að standa undir skólanum þá þurfa börnin annarkvort að vera í 3 manna skóla eða það þarf að kæra þau eitthvað annað til þess að komast í stærra samfélag og það í sjálfu sér breytist ekkert hvort sem að þú ert partur af stóru samfélagið eða eitthvað. Nei, kannski ættum við að taka ákvörðun hvernig við ætlum að hafa strúktúrin í staðin fyrir að láta það bara gerast. Sko út af neyð. Kannski getum við tekið ákvaða ákvörðun við viljum hafa eitthvað svona heldur að rekjast okkar. Svo er það nefnilega líka sko, hvort að vegna þess að það hefur verið rekin hérna svona lengt eða ljóst ákveðin stefna síðustu svona 30 árin. Þar sem að bara markvist er að tala um að efla sveitarfélögin. Og þá hefur það yfirleitt þýtt að við erum að stækka þau, gefa þeim fleiri verkefni og gera þau sterkari og þetta er bara klárlega norræn fyrirmynd. Við erum bara að elta hinn Norðurlöndin í þessu. Við höfum kannski aldrei farið á leið að velta fyrir okkur sko, sem sagt, vegna þess að eitt af því sem hefur líka verið bent á þessi stefna hefur verið rekin víða og bara út allan heim. Og það sem hefur verið bent á í rannsóknum til dæmis í þróunaríkjum er að það er ekkert nóg að færa verkefnið ef það er engin þekking, það er engin sérfræðiþekking, það er ekki mannafli til þess að reka verkefnin. Þú veist, þá hefur það ekkert upp á sig að færa verkefnið niður á sveitarstjórnarstiginu. Og við höfum kannski ekkert mikið rætt þetta. Þú veist, það þarf að vera fólk, það þarf að vera til fólk til þess að reka þessi verkefni. Og sem sagt, ef þú ert bara með eitthvað köku hún stækkar ekkert þú brjótar hann upp í margar einingar sko. Nei. Kannski er líka bara ríkið bara svo fegið að vera laust við þetta að það hugsa ekki út í það sko hvernig það verður í höndinni. Af því að ég var að segja að ríkið verið svona skeppna í öllum samlingum sko þá getur það verið miskulast. Þú nefndir litla sveitarfélagi hérna sem að gæti bara ekki staðið undir skólanum. Getur ekki staðið undir þessum kröfum, getur ekki staðið undir þjónustu við fatlaða og aldraða og eitthvað fleira. Og þá er önnur umræða að sveitarfélagin hérna séu mörg hver, bara allt og lítil. Hvað segir því? Sko og það hefur verið hugmyndur að neyða þau til sameiningar. Það var reynda líka í Noregi því að það er hugmyndur líka þó að þessi með kannski miklu svona þróaðra kerfi að þá var þetta kosningamál held ég þar síðast og þá rauk manni fólk manni eftir þá rauk miðflokkurinn upp í fylgi þess að hann sagði bara nei takk við viljum þetta ekki og það kom í ljós að þá var sko stjórnmála flokkarnir eiginlega allir nema við flokkurinn og svona bara allt kerfið á því að stækka sveitarfélögin og sameina þau en það kom svolítið í ljós að sko fólk vildi það ekki langt umfram þá sem að kusu miðflokkin ég held að það verið 70% af fólki sem bara vildi þetta ekki sko. Sko í rauninni það er miklu fleiri lönd með hlutfallslega smærri sveitarfélög heldur en risastór
danska leiðin, hún sjaldgæf. Það ekkert mörg lönd sem hafa farið þessa leið. Sem hver? Að sameina bara mjög ákveðið og stækka þau svona gríðarlega mikið eins og Danir gerðu fyrir nokkrum árum. Það ekkert mörg, bara til að við skoðum Evrópu, það ekkert mörg lönd sem hafa farið þessa leið. Það sko Bretland, kannski Portugal, mögulega Ísland sem hafa farið svona alveg ákveðið. Og við höldum bara í þessa samfélagsmynd okkar og þessa sko náttúrulega eins og hér þá sveitarfélögin, þau svona samofin líka svolítið svona hugmyndum okkar bara hvernig Ísland hefur verið frá landnámi, þetta eru gamla reyningar, þetta rauninni þetta ekki bara sko lýðræðislega reyningar, heldur þetta svona samfélagslega reyningar sem hafa verið lengi til og eru þess bara fastar í minni hjá okkur. Síðan kemur hrunamannareppir sko, það akkurat þetta. Það sem síðan að gerast núna að við erum ríkið og sveitarfélögin eru fann að reka miklu meira af verkefnum og þjónustu sem þau veita borgurunum heldur var fyrir 150 árum þegar þetta kerfi sem við búum í núna, það cirka 150 ára gamalt. Það var með lögum stofnað 1872. Þannig að þú veist og samfélagið sem við búum í bara allt öðru sig og það vill fá góða þjónustu og það vill fá hagkvæma þjónustu og sem sagt skilvirka. Ef við viljum vera í kerfi þar sem við erum með mjög litlar einingar þá þurfum við annarkvort að sætta okkur við það að þessar einingar hafi bara ekkert hlutverk og það bara einhver annar sem sjái þetta þjónustu hlutverk fyrir þau og þau séu þá bara með eitthvað mjög afmarkað og lítið. Þú veist það alveg hægt, það fullt af löndur sem gerir þetta. Til þess nota við ekki gert samninga við aðra geta gert samninga við aðra, þú veist við höfum verið að gera þetta. Það hins vegar ekkert sérstaklega hagkvæmt að gera samninga við aðra og það svona þú veist þá spyr maður kannski bara hreinlegra að fara alla leið og saminast eða sérstaklega en sko út úr samningunum ef maður skjóta inn þá koma fyrirbyrði sem hálfur óskarnaður eins og Strætó, Sorpa sem sko rosalega mikilvæga stofnanir en aðgengi okkar kjósenda þeim eiginlega ekki neitt sko því þetta eiginlega bara milliríkjasamningar. Já, það nefnilega gallin við þetta. Þess að þegar þú ferð en sko við lostum, eins og þú segir, minna Strætó og Sorpa eru rekin á stærstu sveitarfélögum landsins. Við lostum ekkert við þetta þessar samstarfssamninga þó við stækkum sveitarfélögin. Við getum búið til, já ég komin aftur í þriðastjórn, við getum búið til höfuðborgarstjórn sem í kosin til þess að reka þessar einingar. Þú veist það ýmsar lausnir á en sko þetta alltaf svolítið bara viljum við halda í að því að svo annað sko að sko samfélagið sem slíkt sem sko það ekki endilega sama sem merkja sveitarfélag. Við sem höfum kannski búið í litlum sveitarfélögum, mjög litlum sveitarfélögum, að við erum svolítið gjörn á að horfa á samfélag sama sem sveitarfélag, vegna þess að þau eru svo smá. En þannig það náttúrulega alls ekki. Þú veist, það fullt af, það sko, Reykjavík fullt af mismunandi samfélögum. Þú veist, það ekki eitt samfélag, það mörg, sko. Þannig að sko og stór hluta fólki sem bara fer á milli já, og tengir í mjög ólíkt við þessi samfélag en það bara þetta sko þó að ég fái þjónustu frá einhverju öðru apparati heldur en sem sagt mínu svona samfélagi að það svo samfélagi mitt líður ekkert fyrir það sko ég verði það hluti af því og svoleiðis en það bara þetta þessi svona krafa það að við getum haft áhrif á ákvarðanatöku, lýðræðislega ákvarðanatöku og síðan þetta að við fá þjónustu sem ódýr og hagkvæm og skilvirk að þetta bara, þarna togstreitt og það alveg búið að margsýna fram með það. Þetta bara lýðræðið. Það kostar vesen og alls konar svona en það besta leiðin til þess að koma ykkur í gegn eða ekki. Við viljum ekki sitja uppi með það sem við upplöfum við höfum ekkert áhrif á næringar okkar. Sko svo það líka ég held að við viljum ekkert endilega að allir okkar þjónustu ákvörðunartöku sé stjórna sérfræðingunum þó þeir séu góðir út af fyrir sig. Þeir eru þarfir útvista allar ákvarðanir. Nei, við viljum hafa vegna þess að sumt af því sem við erum að taka ákvörðunum það
það bara ákvörðuð það við viljum gera þetta svona en ekki einhvern veginn öðru sig og svona þessar gott dæmi svona sérfræðingaveldi hefur skipulagsmál hafa oft verið tekið sem dæmi fyrst þegar þau eru svona verða kannski svona á 7. og 7. áratug síðustu aldar þegar það fer að koma upp þá þetta svona bara, já þetta á bara að vera í höndum sérfræðingana og almenningur eða þessi amatörur í pólitíkinni eða geta skipta sér að því en síðan alltaf kemur það alltaf inn að við förum átt okkur á því að það pólitísk ákvörðun það hvar við ætlum að setja niður iðnaðarhverfi, hvar við ætlum að búa, hvar við ætlum að vera með verslun og þetta eru pólitískar ákvörðun lífsviðurværi okkar og á að taka ákvörðunum í samstarfi við sérfræðingana en ekki bara útvísta þig alveg til þeirra. Svona lýðræði þannig að sérfræðingarnir geta lagt upp málinn en það sé almenningur sem velur. Já. Það er ekki gott að sérfræðingarnir velja. Ekki bara, við þurfum. Þeim hættir oft til þess að búa til einhvern veruleika fyrir okkur sem við ættum að lifa, við ættum að vera glöðin í honum, en við erum það svo ekki. Ekki dendilega. Talaðu því þú varst að tala borgarskipulaginu eftirstríðsárunum sem voru einmitt þannig. Já. Þau skilgreindu þarfir okkar og væntingar og vonir svo þröngt. Jú. Herðu, en að þið verðum að tala þetta og í alls konar svona stjórnmála hugmyndum hugmyndunum að það sé gott að færa vald í nærumhverfið og það sé líka gott fyrir mannin að búa í eins konar þorpi og svo settin í borg að það sé eitthvað miðja í hverfinu, það sé ekki klókt eins og hefur orðið reyndin hérna í Reykjavík að flytja verslanir út í iðnaðarhverfinu út á Granda og slikt og það þétting byggðar snýst náttúrulega stærstuleitu það að flytja stofnanir hverfisins aftur inn í hverfin, þannig að við getum lifað í svona heild og þá er mér langar að spyrja, þetta raunverulegt það sem að mundi henda fólki best, liggur eitthvað fyrir í því, eða þetta bara svona nostalgísk hugmynd sem að við höfum að við erum alltaf að þrá þorpi sem að, þú fórst frá, ég býstu, ertu ekki þorpi? Nei, þú sagði við sem að búum í litlu samfélagi, þetta er eins og væri að lýsa þau væri úr litlu samfélagi? Já, ég reyndar úr dreifbýli, En hérna... Það er sveitina? Jú, sveitin, það er nú sveita nostalgían, hún hefur nú lengi verið sterk í okkur. En Og við sjáum líka vel lukkuð þorp sem hefur ekki verið raska með því að setja stórmarkað í útjaðarinn. Þá sjáum við einhvern veginn að þetta er meiri mannlegi skali og eitthvað fleira. Þannig að það getur verið svona nostalgískur söknuður eftir einhverju betra jafnvægi. Já, þetta er nú kannski ekki alveg inn á svona mínu aðalsviði en það sem maður hefur séð til dæmis eins og í rannsóknum erlendi þá sér maður það að það eru áhyggjur af þegar miðbærin er að deyja, það fer eins og segir það eru verslunarmiðstöðvar sem byggðar í útjaðrinum og þú veist þetta mannlífið í miðjuna það vanti vegna þess að við þurfum að umgangast annað fólk og við gerum það ekki þema upp á vissu marki í þó svo, kannski eru margir sem umgangast bara inn í verslunarmiðstöðunum en það hefur alltaf vilja vera svona þetta að við viljum svolítið kjarna og við óttumst náttúrulega að sveppa í þess að það er vont finnst okkur þegar að við búum á einu stað og svo keyrum við eitthvað annað. Þannig lifa flestir í Reykjavík Þannig lifa náttúrulega flestir í Reykjavík og maður upplifir þannig svolítið hérna á þessum nágranna bæjum Reykjavíkur að keyrir í vinnuna, skutla börnunum í ballett einhvers konar útbyggðir frá höfuborg, frá miðbænum fólk býr náttúrulega fyrir Östafjall og keyrir í bæinn en samt í tilfinningi fyrir að við svona ætti þetta ekki að vera Já, okkur finnst það einhvern veginn og við erum alltaf að reyna eins og þú segir, kannski er þetta nostalgía að við erum alltaf að reyna að fara aftur í þetta en það eru nú einhverja rannsóknir sem hafa sýnt fram á það að vera með einhvers konar miðbæjarmynd einhvers konar kjarna að það eykur vellíðan Þannig að hverfin er ekki að vera það sem er skóli og það sem ætti að vera að dvala eitthvað svona dagvist fyrir eldra fólk og leikskóli og verslun það sé einhvers konar kannski eitthvað svona markaður En það sem er náttúrulega líka að gerast núna og er eitt af því sem að það er ekki bara verslunarkjarnandi því nú er netverslun komin og það að vera að tala að það sé einn en þátturinn sem muni rauninni grafa svolítið undan eins og þeir tala í erlendi high street þessum aðalgötum
að bara verslunar eru bara að loka vegna þess að Og þær eru að minnka fara á enn net. samskiptir okkar við fólk. Já, í rauninni sko. Og það er komin að því sem að Viðar Halldórsson að tala en félagslegi galdur mun hverfa. Já, og það eitt af því sem ég held að við höfum alveg lært í til dæmis bara COVID að við þurfum félagslega samskipti. Ég held að það hafi verið eina bara mikilvægilega leksíunum í þeim hérna á þeim tíma sko. Við erum næstu að tala skiplagsmál núna en að því að þetta er að segja frá því að einu sinni labba ég frá París til Bordeaux. Það er svolítið löng leið, það er svona 700 kilometrar. Og þá labba maður í gegnum alls konar bæi og það var stundum fór maður í svona sem hafðu ekki verið raskað og maður labbar inn og maður kemst bara inn í bæin sko labbandi og svo kemur maður inn í miðbæin og þar er slátrari og bakari og græmetisali og svona miðbærin á lífi og fólk út á götu og bara ídjalt líf, bara eins og voru einhverju væmni bíómynd sko. Svo labbar maður í næsta bæ og þar er komin svona stór verslunarkjarni í útjæðrinum og maður lappar, það er erfiðleikum að koma í gegna því að vegakerfið er orðið móta fyrir bílana og maður er að hlaupa yfir hafðbrutir og svona bara komin út úr einu mannlega skala allir maður er orðið sko gestur í einhverju annari manna veröld, kemur inn í miðbæn það sem hafði verið eins og hinum bænum en það er horfið, það er allt dautt og lokað og svo lappa maður í gegnum nýja bæ og maður er bara að gera svona rannsókn á þessu og þá byrjar maður að taka eftir því að sko fólkið þar sem að stórmarkaðin eru það er svona feitara það er meira í bílunum og ég sannfærist alveg á þessari 700 kilometra langu leið að það er svona lífvænlegra að hafa samfélag okkar á svona mannlegum skala og ég held að þú myndir spyrja almenning og myndir spyrja fólkið í hverfunum úti í samfélagum þá er það alltaf að byrja þetta að meðan það er eitthvað annað vald sem að vill hafa þetta öðruvísi. Ég held það, ég reyndar alveg sammála þessu sko, ég held að þetta, það er betra fyrir okkur að geta sem sagt, farið út og séð hana fólk droppað inn í hérna litlu búðun á hotninu þannig að sko, en það er náttúrulega aftur kemur þessi krafa að við viljum hafa útdýra matvöru og hún getur víst ekki verið í litlum búðum skilsmanni. Þannig að móti kemur að þú þarft ekki að hafa síðasta söludag eða innihalslýsingu því að þú ert alltaf að kaupa manneskjum sem þú treystir. Það er ekki fyrir en að þú hættir að sjá manneskjum sem er að selja þér að þú heldur að innihalslýsingin og síðasta söludagur bjargi þér en það eru þetta ekki sko. Nei. Herðu, ég afsaka ég dróði hérna út í svona skipulagsmál og ferðarlag niður eftir Fraklandi en gaman að fá þig hingað Eva til þess að tala sveitarstjórnarmál og það er mikilvægt að við held ég ræðum þetta á þessu levelin sem ekki alltaf bregðast við skuldastöðu fréttunum sem koma reglulega. Já, ég held að það er bara ég held að sé mjög gagnlegt að velta fyrir sér sko hvað kerfi erum við búin að búa til, viljum við hafa þetta kerfi eins og það er? Erum við satt við það? Það er val. Það er val að velja að hafa kerfið eins og það er val að velja að hafa það svona. Við getum haft öðruvísi. Og þá er þetta bara spurning viljum við hafa þetta svona og hvað kostar það okkur sko og hvernig getum við þá gert það þannig að það hent okkur best til dæmis bara Múlaþingsleiðin er hún kannski bara góð leið til þess þannig að það er svona en ég held að held að það sé betra að vera svona svolítið forvirkur í þessu Herru, takk fyrir komin að Eva og við snúum okkur að næsta máli eftir augnablik. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning.